svona veltaði fyrir þér, hver er það Já, fyrir hver með Birgir? Já. Bæjarstjóri, kjörnir fulltrúar, starfsmenn og áhorfendur í streymi býður ykkur velkomin á 400. og 17. fund bæjarstjórnar sem haldinn er í fundarsal bæjarskrifstofunnar að Hafnargötu 2 á Reyðarfirði. Mér langar að byrja á því að bjóða Friðrik Jósefsson velkomin á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund hér í dag. Alltaf gaman að sjá ný andlit. Og annars er okkur ekkert að vanbúnað en að hefja dagskrá og það eru fyrst fundagerðir til staðfestingar og þar byrjum við á fundagerð bæjarráðs númer 946 og 947. Ég ber þar upp saman ef enginn veitir því andmælum. Svo er ekki orðið laust fundagerði bæjarráðs. Ragnar Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, háttvirtur forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Það fara hérna yfir þessar tvær fundargerðir. Þetta er nú fyrstu fundargerðir nýrrar bæjarstjórnar þar sem við tökum fyrir fundargerðir nýs bæjarráðs og þetta er nú fundir sem hafa bara gengið vel og ég ætla að byrja hérna á fundi 946 þar sem við hófum leik á því að fara yfir rekstur málaflokka sveitarfélagsins. Og þar er nú svona sambarilegt og verið hefur undanfarin ár að skatttekjur eru aðeins undir áætlunum en það á það nú til hjá okkur að hífast upp þegar að líður á næsta vetur og svona nokkurn veginn á parið þó svo að það séu þarna ákveðnir liðir sem við höfum tekið til frekari skoðunar. Í lið 1-4 þar vorum við að taka fyrir uppfærða tímaáætlun á fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2027 og erum þarna að vísa þá nýrri tímaáætlun inn til nefnda og fá nefndirnar svona til þess að taka upp þráðinn frá því sem var horfið fyrir kosningar og eins þá fara yfir svona ný sjónarmið sem kemur mögulega frá nýju fólki og hefja í rauninni þessa undirbúningsvinnu fyrir fjárhagsáætlunina og þá svona í fyrstu umferð þá verið að vinna tillögum til bæjarráðs og svo verður þá tekið upp aftur síðar á árinu þegar að bæjarráð hefur gefið út ramma sem að fer þá til frekari vinnslu í nefnda. Nú í liðið 1-5 þar var verið að fara yfir mikið viðhald sem hefur verið á tækjum og búnaði í Oddsskarði og það er alveg ljóst þegar maður horfir yfir rekstur Oddsskarðs að hann þarfnast nánari skoðunar og aðgerða í rauninni. Það er mikil viðhaldsstörf upp í fjalli og það hefur lengi verið kallað eftir því að við búum til eitthvað varanlegt geymslurými fyrir snjótróðara til þess að draga þá úr viðhaldi en það er alveg ljóst að við þurfum að setja meiri fjármuni í Oddsskarð bara til þess að halda tækjunum okkar við og erum þarna að vísa því til viðaukagerðar þar sem að einkum snjótróðarinn hefur reynst þurfa meira viðhald heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Nú í lið 1-6 þar vorum við að taka fyrir niðurstöður kærunefndar útboðsmála vegna 3 kæra sem að barst vegna útboðsins sem að var hér á síðasta vetri, útboðs í úrgangsþjónustu og það hefur nú verið ýmislegt sagt varðandi þetta útboð og við hér í þáverandi bæjarstjórn svona vorum auðvitað bundin við það að þegar að hlutir eru í kærumeðferð þá reynir maður að halda að sér höndum varðandi yfirlýsingar en það hafa verið hér í samfélaginu alls konar yfirlýsingar lögmæti útboðsins og fullyrðingar að þetta hafi allt saman verið ólöglegt. Það er auðvitað öllum frjálst að leita réttar síns og sjálfsagt að gera það en í þessu máli þá er
augljóst að þarna hefði ýmislegt betur verið ósagt í þessu máli heldur en fleytt fram hér í samfélaginu ýmis konar fullyrðingum ólögmæti útboðsins. Það er gleðilegt að það sé loksins komið niðurstaða í þetta mál og það er í öllum þessum kærum þá er dæmt Fjarðabyggð í vil og í síðustu og þriðju kærunni er málinu vísað frá og það er mjög ánægjulegt að fá staðfestingu á því að við höfum staðið eins vel að málum og hægt var. Við vorum auðvitað þarna að leggja okkur fram við að vanda til verka og ég vil meina að það hefur verið staðið mjög faglega að þessu útboði á sínum tíma og gagnvart öllum þeim athugasemdum sem komu upp þá leitum við álita sem að við fylgdum í einu og öllu og þess vegna kemur þessi niðurstaða mér ekki á óvart. Í lið 1.13 þar var verið að fara yfir frumathugun á vörnum innri Einarsstaðar á Stöðvarfirði og þarna er verið að taka fyrir tillögur að verkáætlun og það var tilboð frá Kófi og Verkís það sem var lagt fram og bæjarráð samþykkti þar tillögu ofanflóðasjóðs sem að samþykkja tillögu Verkís frumathugun á vörnum. Í fundargerð 947 þar byrjum við á því að taka fyrir styrkumsókn vegna afmælistónleika Tónskólans í Neskaupstað sem er 70 ára og samþykktum að verða við styrktarumsókninni sem að við finnum bara stað innan rekstursins. Og í lið 2.6 þar er erindi frá bæjarstjóra bæjarins Sveskigóva, geggjaður framburður, og þar er hérna verið að fara yfir, svona það er verið að óska eftir hvort að við hefðum áhuga að koma í samstarf með þessum 8.500 manna bæjarfélagi í Pólandi og þar er svona verið að vísa einhver til menningarsamstarfs og bæjarráð er svo sem alveg sammála það því að við erum ekki að leitast eftir frekari vinabæjar samstarfum en það er hins vegar áhugavert að kanna hvað tækifæri felast í auknum samskiptum við pólsk sveitafélög þar sem að við erum nú með talsverðan fjölda íbúa sem að kemur frá Pólandi og það gæti alveg verið einhver tækifæri í þessu þannig að þessu var vísað til frekari skoðunar hjá bæjarritara og forstöðumanni menningarstofu að fara eins yfir hvort að þarna leynist jafnvel einhver tækifæri til einhvers konar samstarfs. Og í lið 2.7 þar er liður sem var bæði til umfjöllunar í 946 fundargerðinni og 947 var verið að ræða skjálausnir í íþróttamiðstöðvar Fjarðabyggðar. Og þarna er einkaaðili sem hefur verið að bjóða upp á skjálausnir í íþróttamannvirkjum á Íslandi og við vildum skoða þetta frekar og í þessari fundargerði þar erum við að samþykkja þetta samstarf sem að felur það í sér að það verða settur upp 2 skjáir í íþróttamiðstöðvarnar okkar og annar skjárin er þá svokallaður auglýsingaskjár sem að þetta fyrirtæki á og rekur og jafnsamt annar skjár sem að verður þá til notkunar fyrir okkur og íþróttafélögin okkur að kostnaðarlausu en auðvitað er það þannig að einkaaðilinn hirðir auglýsingatekjurnar af öðrum skjánum en við fáum full umráð yfir þá hinum skjánum. Þetta felur engan kostnað í sér fyrir sveitafélagið en gæti verið ágætis liður í því að veita frekari upplýsingar það sem að vera í íþróttamannvirkjunum og einnig íþróttafélögum. Þannig að það verður gaman að fylgjast með hvernig reynslan af þessu verður. Og svo er það liður 2.8, þetta er svona ákveðin gleðisending sem við fáum á hverju ári og
þeim brást ekki bogalistin í ár. Lífeyrissjóðnum Brú. Það viðauka framlag sem við þurfum að uppfylla vegna samþykkta réttindasafna í R og B-deild Brúar lífeyrissjóðs. Þetta vegna lífeyrissjóðs Neskaupstaðar og þarna 110 milljóna króna auka framlag ef ég man rétt og þessu þá vísa til viðauka gerð í okkar fjárhagsáætlun, viðbótar framlag sem nemur 110 milljónum. Svo það liður 2.9, þarna Krabbameinsfélag Austfjarða sem 75 ára í september að óska eftir styrk frá sveitarfélaginu sem sem nemur fyrir greiðslu á afnotum á skrúð fyrir afmælisveisluna sem fyrirhuguð 10. september og bæjarráð var það sjálfsögðu við þessu erindi. Og í lið 2.10 þar vorum við að taka fyrir endurbætur á eldri byggingu leikskólans á Dalborg og þar voru 2 tilboð sem við fengum inn og við samþykktum að ganga til samninga við lægstbjóðanda sem undir kostnaðaráætlun og verður forvitnilegt að sjá hvernig VFH tekst til við uppbyggingu á gamla hluta Dalborgar. Svo fengum við til okkar gesti frá Veðurstofunni og ofanflóðasjóð til að fara yfir lið 2.11 sem voru ofanflóðavarnir í Nes og Bakkagil og þar við með til umfjöllunar stækkun á ofanflóðavarnunum frá því sem sem þetta verður í rauninni næsta áfanga og það svona verið að fara yfir þessar líkanagreiningar í þeirri vinnu og svona sjónarmið sem hafa komið upp við nánari skoðun á því. Og í næsta lið þá fengum við slökkvistjórann til heimsóknar og vorum þar að fara aðeins yfir fjárhagsáætlun slökkviliðsins og mönnunarmál og fórum einnig yfir þar svona fjárhagsáætlunarvinnunar framundan. Og í lið 2.13 þar vorum við að kynna svona drög að því mælaborði sem hefur verið unnið um hagræn umsvif innan Fjarðabyggðar og mjög metnaðarfull vinna þar sem við erum að svona taka til okkar þessar helstu efnahagsstærðir sveitarfélagsins og reyna að setja þau upp með mjög skýrum hætti sem gæti þá gagnast okkur í bæjarstjórn og sveitarfélaginu í samskiptum við stjórnvöld en einnig bara gott mælaborð fyrir ímynd sveitarfélagsins, sýnir þau gríðarlegu umsvif sem eru hérna í efnahags- og atvinnulífi Fjarðabyggðar og verður gott tól til framtíðarnota. Að öðru leyti var bara verið að fara þarna yfir ýmsar fundargerðir, það auðvitað verið svona uppsóp á fyrsta fundi þar sem var langt síðan að bæjarráð kom saman og einnig ánægilegt að sjá að það líf í lóðaumsóknum og grenndarkynningum og slíkum málum inn í fundargerðum bæði bæjarráðs og skipulags- og framkvæmdanefndar. Takk fyrir það Ragnar og orðið laust. Stefán Þór Eysteinsson, gjörðu sæl. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ætla að fá líka að bjóða Friðrik Jósefsson velkominn á þann fyrsta fund inn í bæjarstjórn. Velkominn. Fæ að byrja hérna í fundargerð bæjarráðs númer 946 í lið 1.5. Þá aðeins komið inn á hann áðan, þetta viðhaldtæki á búnaðar í Oddsskarði. Þarna voru að fara yfir svona þann rekstrarkostnað sem hefur tilfallið það sem hafa verið ári og eins og sést þarna vísum við þessu inn í viðauka en það auðvitað liggur eftir eins og var einhver leiti komið inn á hér áðan að það mikið framundan þegar kemur að framtíðarskipulagi þessa svæðis og hvað við ætlum að gera til þess að halda utan um þetta. Það var mikið rætt um þetta í kosningabaráttunni. Nú þetta framundan fjárhagsáætlun gerð þar sem það þarf að sýna vel á spilin svona hver framtíðarsýnin þarna. Það auðvitað bara
svona rekstrar grundvöllur svæðisins, hann snýst að þessi tæki séu í lagi, lyfturnar séu í lagi. Þannig að við þurfum að gera vel í því að skipuleggja hvernig við sjáum þetta til framtíðar. Það mun auðvitað kosta einhverja fjármuni, það verður alls ekki ódýrt að ég til, en til mikils að vinna. Við vitum öll hversu mikilvægt þetta svæði er fyrir sveitarfélagið. Þannig að við þurfum að standa vel að því þegar við förum með svona í því að skipuleggja hvernig við sjáum þetta til framtíðar. Og sérstaklega þessi stýra viðhaldi þessara tækja og því. Aðeins í næsta lið, aðeins að fá að koma inn á lið 1.13 sem er þessi frumathugun eins og var svo sem komið inn á hér áðan. Þetta er svona ákveð ferli sem fór á stað á síðasta kjörtímabili og þarna voru svona þessar kynningar á þessum áætlunum sem kom frá þessum tveimur verkfræðistofum og við tókum þessum frá Verkís og þessu hefur verið vísað inn í þessa fjárhagsáætlun gerð. Við þekkjum það vel, við höfum tekið þessu umræðu hér oft, hversu mikilvægt það er að fara í einmitt þessa frumathugun, þannig við vitum nákvæmlega hvað er hægt að gera til þess að koma í veg fyrir eða minnka þá skaðana því að þetta gerist aftur. Þannig það er bara frábært að við séum komið þangað, við séum komið það sé að fara í þessa áætlun gerð og fáum að sjá aðeins á spilinu með hvað hægt sé að gera svona í næstu skrefum. Þannig það er bara gríðarlega jákvætt. Aðeins undir lið 1.15 sem eru nauðsynlegar framkvæmdir við Lystigarð í Neskaupstað. Nú okkur barst erindi inn í bæjarráð og ég held að það hefði líka komið hérna allra bæjarstjórnarfulltrúa og langar bara að byrja að þakka fyrir þetta erindi. Þetta hefur nú svona svipað erindi komið hér inn áður frá kvenfélaginu Nönnu. Þetta er auðvitað svæði í Neskaupstað sem skiptir marga mjög miklu máli, hefur því miður ekki fengið það viðhald frá sveitarfélaginu sem að kannski hefði átt að vera búið að sinna hérna í gegnum tíðina. Þetta er eins og segi mikilvægur staður fyrir samfélagi, þetta er auðvitað hluti af sögu Neskaupstaðar og kvenfélagi hefur auðvitað staðið sér frábærlega að halda þessu við eins og þau geta. Í erindinu sem ég held að hafi nú farið út undir bæjarráðið, það er svona farið yfir þær áætlanir sem menn hafa gert og hvað menn leggja til að sé gert á næstunni. Þannig að verkáætlanir vantar ekki, það vantar bara aðgerðir og ég trúi því að svona inn í komandi fjárhagsáætlun gerð sem eins og komið inn áðan, hún styttist nú í hana, að við finnum þessu verkefni þar stað og við getum svona komið að málum þar þannig að Lystigarðurinn verði sómasamlegur. Ég trúi ekki öðru en að það sé eitthvað sem allir séu sammála Aðeins undir lið 1.18 sem er svokölluð viljayfirlýsing þar sem voru fjallað málefni Breiðabliks í Neskaupstað. Þetta er auðvitað annað mál sem var mikið rætt í kosningabaráttunni og þetta hefur farið yfir að einhverju leyti hér og inn í bæjarráði. Ég held svona að svo sem eins og rætt inn í bæjarráði það sem mikilvægt að við svona förum að fá fram hverjar áætlanir eru og hvaða hugmyndir eru á borðinu þannig að það sé hægt að taka svona upplýsta og góða ákvörðun þetta og upplýsta umræðu hér inni og annars staðar eftir því sem við þannig að sé mikilvægt að við röðum þessu máli eins og við getum. Aðeins inn á mál 1.21 sem er ársskýrsla Náttúrustofu Austurlands. Langar bara að vekja athygli á þessari ársskýrslu. Ég veit nú ekki, ég hvet alla bæjarfulltrúa til að kynna sér starfsemi Náttúrustofunnar. Þetta er gríðarlega öflug eining sem við höfum hér á Austurlandi. Hún er gríðarlega mikilvæg fyrir sveitarfélags okkar. Við erum með gríðarlega öflugt, við erum mjög öflugt atvinnulíf og við vitum það er mikilvægt að leggja áherslu á þessa sjálfbærni og sjálfbæra nýtingu auðlinda og Náttúrustofan auðvitað sinni gríðarlega mikilvæg hlutverki í því, stundar rannsóknir og vöktun og ýmislegt annað. Þannig ég vildi bara vekja athygli bæjarfulltrúa á því að kynna sér þessa skýrslu yfir þessa vel reknu stofnun. Nú undir fundargerð bæjarráðs 947, mál 2.1, þar er framlegurs tónlistarskóla Fjarðabyggðar styrk vegna 70 ára afmælis tónlistarskólans og bara virkilega metnaðarfullt verkefni þarna og þetta er auðvitað mikilvægur áfangi, 70 ára afmæli. Þetta er bara virkilega svona, flott dagskrá sem er að málast þarna upp. Eins og við vitum þá höfum við haft mikið metnað fyrir tónlistarskólanum hér síðustu ár og áratugi og það er auðvitað mikilvægt að við gerum það áfram og ég held að við styðjum það öll bara heils hugar að við komum að þessu sveitarfélagi, komum að þessu með eins miklum hætti og hægt er.
Aðeins inn á lið 211 sem eru ofan flóðavarnir í Nes og Bakkagili. Eins og komið inn á hér áðan, þá var þetta, þarna fengum við inn fulltrúa frá ofanflóðasjóði og Veðurstofunni og þetta var gott samtal sem átti sér stað. Mikilvægt að halda þessu samtali áfram. Þarna eru þetta greiðlega mikil hagsmunir í húfi. Við þekkjum það vel og ég treysti á því það allir hér verði samstiga í því að ýta því áfram. Við fengum einnig annan gest inn á þennan fund, til lið 212, málefni Slökkviliðs Fjarðabyggðar. Þar mætti slökkviliðsstjórinn á fundinn og fór yfir þau verkefni sem þeir standa fyrir og fór vel eða afhent okkur blöðum tölfræði og minnisblað fyrir framtíðina sem reyndar, ég held að sem ekki að finna í fundagáttinni. En mjög athyglisverð lesning samt sem áður. Heildarfjöldi útkalla, honum fjölgar töluvert á milli ára. Við vitum það að þetta er gríðarlega öflugt og stórt atvinnulið sem við eigum hér í Fjarðabyggð. Fórum auðvitað yfir mönnun og ýmislegt annað sem snýr að rekstrinum. Eins og í öllu rekstri þá eru áskoranir þarna. En slökkviliðsstjóri fór vel yfir málin og svona mikilvægt þess að við styðjum áfram við þessu öflugu starfsemi sem þar er og komum þetta með mjög góðan lista fyrir okkur til að hafa í huga þegar kemur að fjárhagsáætlana gerðinni. Undir lið 213 sem er hagrænu umsvifin, þá aðeins farið yfir þetta áðan. Þetta svona leit ágætlega út í svona fyrstu drögum. Það verður fróðlegt að fá að pikka aðeins í þetta og ég held að það sé mikilvægt að þetta sé til, bæði fyrir íbúa Fjarðabyggðar til að hafa, til að krukka í, til að sjá hversu mikilvægt þetta atvinnulíf okkar er svona á landsvísu. Virkilega fróðlegt að sjá það. Svo er þetta líka bara fyrir okkur kjörna fulltrúa, fyrir starfsfólk sveitarfélagsins og þetta líka bara til að átta sig á þessu miklu umsvifum. Það voru svona, það er kannski ekki allt þarna sem að í þeir útgáfu sem við sáum sem að fer út, en verður virkilega fróðlegt að fylgjast með þessu og þetta sé mikilvægt að tryggjum að það sé sem mestur hagur af þessu, mesta nýtingin og að þetta sé sett upp á svona sæmilega skilsamlega hátt. En meira var það ekki frá mér í bili. Takk fyrir það, Stefán. Fleiri sem vilja þessi ljóðsendir fundagerðum bæjarráðs? Svo er ekki og berið þær þá upp til samþykktar. Eins og það er samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er komið að fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 60. Ég gef orðið laust fundagerð skipulags- og framkvæmdanefndar. Enginn sem kveður sér hljóðust, þá ætla ég að fá að taka hérna aðeins til máls. Þetta var fyrsti fundur nýrrar nefndar, skipulags- og framkvæmdanefndar. Það voru ekki nema 23 mál á dagskrá sem að sýnir þá framkvæmdagleði sem að er í Fjarðabyggð. Þó við reyndum að láta líða stutt á milli og mögulegt var, þá var þó komin þessi málafjöldi. Og eins og sjá má ef að skoður fundagerð þá er mikið grenndarkynningar og breytingar á deiliskipulögum sem er eins og við höfum bent á að því að deiliskipulögin okkar er orðin aðeins barn síns tíma. Og þarna þurfum við bara að fara að bregðast við og reyna að koma meiri í takt við nútímann og hafa lóðir í takt við það sem að mest eftirspurnir eftir til að minnka þessar tafir framkvæmdaraðila. Það er vissulega það töf þegar það þarf að fara í þessar breytingar. En jákvætt þó hvað það eru margir sem að hafa hér huga á að byggja. Og svo langaði mig líka aðeins að koma inn á varðandi mál 315 sem er Sléttukrókur framkvæmdaleyfi. Fagnaði ég vissulega að hér sé komið framkvæmdaleyfi þó að snúi að áframhaldandi rannsóknum. Maður hefði viljað sjá að rannsóknum væri lokið en það er þó ágætt að það sé haldið áfram með verkefnið og mikilvægt að þær verði klárað sem fyrst svo það sé tilbúið í útboð þegar að þara kemur. En eins og flestir eflaust vita þá eru 20 ár síðan átti að fara í þennan veg. En það hlýtur að hljóta að fara að klárast þessar rannsóknir. En það allavega stendur til þá í haust og þá fer maður vonandi að sjá eitthvað að gerast. En það verður vonandi svona ágætis byrjun fyrir alla. En annars er það svo sem ekki fleira undir þessari fundagerð. Þannig ég ber hann upp til. Já, Hjördís Helga Seljan, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar,
bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég ætlaði bara aðeins að koma inn og leyfi náttúrulega formanni nefndarinnar aðeins að klára fyrst, þá erum maður biður orðið. En ég ætla að reynda bara að taka undir með henn út af því að auðvitað það fagnar að þetta kom fyrir nefndina en hins vegar búið að bíða heldur betur lengi. Þannig að maður auðvitað alltaf ánægður að það eitthvað í vinnslu þótt að manni hafi kannski fundist þetta að taka aðeins svo langa tíma. Þannig að við auðvitað bara vonum og við svo sem samþykktum bara fyrir hugaðar framkvæmdir og það var bara verið að bíða eftir eða semst að skipulagsfulltrúi myndi gefa út framkvæmdaleyfi þegar öllum gögnum hefur verið skilað málið. Mér langar enda líka aðeins að koma inn á 3.16 sem er í tengslu við samgönguvikuna. Við sem sagt bókuðum auðvitað bara þar undir að við þökkum kærlega fyrir kynninguna. En það er sem sagt þannig að það er Evrós samgönguvika sem verður haldin dagana 16. til 22. september 2026 undir þemanu samgöngur fyrir öll. Og það er bara verið að markmiði með þessari viku að vekja athygli á vistvænum, hagkvæmum og heilsueflandi samgöngum og hvetja íbúa til að nýta fjölbreytta ferðamáta. Og sveitarfélög bara út allt land hafa verið að taka þátt í átakinu alveg árabil með fjölbreyttum hætti, allt frá að vera með kynningaviðburði, samgöngukeppni til og svo göngu og hjólaleiðar eða þáttöku í bíllausum degi. Og ég hugsa að fyrir okkur hér í Fjarðabyggð væri bara þáttakan virkilega góð til að vekja athygli á þeim innviðum og verkefnum sem þegar eru til staðar og hvetja til aukinnar hreyfingar og stuðla umhverfisvænum samgöngum innan sveitarfélagsins. Og það er auðvitað þannig að við erum virkilega flott sveitarfélag með það að gera að það er gjaldfrjálst í alla ferðistrætóar í Fjarðabyggð. Þannig að það er að gera að við gætum verið töluvert meira að vekja athygli á því að nýta sér almenningssamgöngunar okkar. Og maður veit að núna að sér krakkarna vera að fara á milli til þess að stunda íþróttir og ekki það ég ætla að fara eitthvað á persónulegu nóturnar en dóttir mín er 9 og 10 ára og núna tekur hún bara strætó yfir í Sund á Eskifjörð og bara ótrúlega sjálfstæð og flott þannig að þeim finnst þetta ekkert vandamál þannig að við þurfum kannski líka svolítið aðeins að vekja meira athygli og aðeins svona klappa okkar á baki fyrir að við erum að standa okkur vel með þetta og tel ég því bara mjög eðlilegt að við tökum þátt og bara finnum út með hvað hætti væri best og hvernig það myndi best nýta íbúum Fjarðabyggðar að taka þátt og vekja athygli á þessu. Þannig ég vildi bara aðeins koma inn á þetta, annað var það ekki. Takk fyrir það, Hjördís. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og byrji þá fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar nr. 60 upp til atkvæðagreiðslu þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það næst fundargerð fjölskyldunefndar nr. 60. Gef orðið laust fundargerð fjölskyldunefndar. Enginn sem kveður sér hljóðs. Ég ber hann upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Það vissar að ég mun eftir að rétta þetta líka. Gleymi sér aðeins. Og svo er það fundargerð hafnarstjórnar nr. 341. Gef orðið laust hana. Þórdís Mjöll Benediktsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og getur bæja fulltrúar. Ég ætla að bara taka til máls undir fundargerð hafnarstjórnar nr. 341. Þetta var einmitt fyrsti fundur nýrrar hafnarstjórnar og þar fengum við meðal annars góða kynningu á skipulagsgreiningu Mjóarar hafnar og ég ætlaði bara svona að segja að það er búið að halda 2 góða kynningafundi fyrir hagaðila og svo íbúa og ég ætlaði bara svona að segja þakka fyrir hafnarstjórn og hafnarstjóra og starfsmönnum hafnanna fyrir að fara í þessa skipulagsgreiningu. Þetta var mjög flott og það eru bara spennandi tímar framöndan, þannig að maður var það ekki í bili. Takk fyrir það, Þórdís. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og ber ég fundargerð hafnarstjórnar þá upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og þá er komið að fundargerð stjórnar menningarstofu nr. 37. Ég orðið laust hana.
Það er enginn sem kveður sér hljóðs og byrja hana þá upp til samþykktar, þeir sem hann samþykja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá erum við komin næst í almenn mál. Og þar er það fyrst mál nr. 7 sem er nefndaskipan í Fjarðabyggð 2026 til 2030. Kosning samkvæmt 62. grein samþykkta Fjarðabyggðar þar sem er skipað til 4 ára í yfirkjörstjórnir Fjarðabyggðar og undirkjörstjórnir. Og ég ætla að gera tillögu minni eftirfarandi lista og fæ að lesa hann hér upp. Það er yfirkjörstjórn Fjarðabyggðar, aðalmenn Gísli M. Auðbergsson og Agnar Bóasson og Kristjana Mekkin Guðnadóttir, varamenn Gunnar Geirsson, Magnús Jóhannsson og Jónína Óskarsdóttir. Svo er það undirkjörstjórn Eskifirði, þar er það aðalmenn Berglind Jóhannsdóttir, Guðrún Kristmannsdóttir, Guðrún M.Ó. Steinunadóttir og varamenn Guðmann Þorvaldsson, Guðfinna Björk Birgisdóttir og Gunnar Jónsson. Og undirkjörstjórn Neskaupstað, aðalmenn Þorvarður Sigurbjörnsson, Þórunn Freytir Sölvadóttir, Sindri Sigurðsson og varamenn Eyrún Eggertsdóttir, Sigurborg Hákonardóttir og Þorgrímur Þorgrímsson. Svo er það undirkjörstjórn Reyðarfirði, þar er það aðalmenn Snorri Styrkársson, Lára Björnsdóttir og Hjörtur Elí Steindorsson og varamenn Hildur Magnúsdóttir, Andrea Borgþórsdóttir og Stefania Hrund Guðmundsdóttir. Svo er það undirkjörstjórn Stöðvarfirði, þar er það aðalmenn Ingibjörg Björgvinsdóttir, Sólveig Friðriksdóttir, Sara G. Jakobsdóttir og varamenn Jóhanna Guðný Halldórsdóttir, Guðrún Ármannsdóttir og Björn Hafþór Guðmundsson. Þá er það undirkjörstjórn Fáskrúðsfirði, þar er það aðalmenn Steinunn Elísdóttir, Jóna Petra Magnúsdóttir, Aðalheiður Björk Rúnarsdóttir og varamenn Eygló Aðalsteinsdóttir, Borghildur Hlíf Stefánsdóttir og Berglind Ósk Agnarsdóttir. Og undirkjörstjórn Mjóafirði, þar er aðalmenn Sigfús Vilhjálmsson, Jóhann Egilsson og Jóhanna Lárusdóttir og varamenn Sævar Egilsson, Marsibil Erlendsdóttir og Erna Óladóttir. Svo er það undirkjörstjórn Breiðdalsvík, þar er aðalmenn Svandís Ingólfsdóttir, Anna Margrét Birgisdóttir, Sigurður Borgar Arnaldsson og varamenn Hákon Hansson, Helga Svanhvít Þrastadóttir og Sævar Sigfússon. Eru einhverjar aðrar tillögur? Svo er ekki. Og að beri þessi upp til samþykktar. Hér sem hann samþykkja. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum. Og þá er komið að málinu númer 8 í almenn mál. Nei, afsakið, það var í þessu 7 líka. Það er kosning samkvæmt 62. grein samþykktar Fjarðabyggðar tilnefningu í fulltrúaráð eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands. Afsakið, ég glemdi að taka það með áðan. En ég ætla að gera tilnefningu minni að Ragnar Sigurðsson er fulltrúi okkar í eignarhaldsfélags Brunabótafélag Íslands. Einhverjar aðrar tilnefningar? Svo er ekki. Þá ber ég upp til samþykktar 7. lið, nefndaskipan Fjarðabyggðar. Afsakið þetta, það er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er komið að mál nr. 8, nefndaskipan í Fjarðabyggð 2026 til 2030. Það er vísað frá stjórn Menningarstofu til bæjarstjórnar, tilnefningu stjórnar Tónlistarmiðstöðvar Austurlands með vísan til 62. greinar samþykktar Fjarðabyggðar og stjórn tilnefnir Gunnar Jónsson, Jóhann G. Harðarsson og Þórhildi Tinnu Sigurðardóttir sem aðalmenn og til vara verði Þórður Vilberg Guðmundsson, Árni Pétur Árnason og Anna Marín Þórarinsdóttir. Einhverjar aðrar tilnefningar? Svo er ekki. Þá beri það upp til samþykktar og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er það númer 9 nefndaskipan í Fjarðabyggð 2026 til 2030. Einnig vísað frá stjórn Menningarstofu til bæjarstjórnar. Það er tilnefning fulltrúa í stjórn Héraðsskjalasafns Austfirðinga, samanber 62. grein samþykktar Fjarðabyggðar. Og það er lagt til að í stjórn sé það Birgir Jónsson aðalmaður og Ragnar Sigurðsson til vara. Einhverjar aðrar tilnefningar? Svo er ekki. Þeir sem það samþykkja vinsamlega gefur merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er það
númer 10, einnig frá stjórn menningarstofu, nefndaskipan í Fjarðabyggð 26 til 2030 og það eru tilnefningar fulltrúa í stjórn Sköpunarmiðstöðvarinnar og stjórn tilnefndi Brynger Ágúst Margeirsson sem aðalmann og til vara Tönju Tómasdóttur. Einhverjar aðrar tilnefningar? Ég er ekki með aðra tilnefningu. Ég má taka til máls. Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, lokaði bara af forvitni að spyrjast fyrir þessa skipan í stjórn. Ef ég man rétt, síðast þegar við skipum í stjórn menningarstofu þá var bóka eitthvað þá leið að þetta yrði formaður sem myndi sitja ástand á varaformanni. Þannig að bara spyr fyrir forvitni sakir úr því að Brynger situr ekki í nefndinni og var ekki þá með þessa tengingu. Þannig að forvitni, ef einhver getur svarað. Takk. Takk fyrir það, Stefán. Birgir Jónsson er risinn á fætur til að koma að svara. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er þannig að það var farið þá leið á síðasta kjörtímabili að formaður og varaformaður væri í þessum sætum. En það var hvergi skjalfest, þannig að við litum svo á að það væri í þessu tilviki gott að fá góðan og gegna stöðfyrðing inn í þetta. Og við verðum í virku talsambandi við fulltrúan. Þannig að það er ástæða. Það var einfallega að fara önnur leið heldur en í fyrri nefnd. Ég veit ekki hvort að þetta sé fullnægjandi svar. Þú getur kannski sagt mér það. Hvort að þú vilt eitthvað meira. Við getum bara að spjalla hérna, fyrst þú ert hérna fyrir neðan púltið. Ég sé þú byrjar að afmá öll fingra fyrirhundi formanns. Já, við förum ekkert út í það núna, hvort að það sé ástæðan. En við litum svo á að það var líka mikilvægt að fá okkur sem hefði tengsl við samfélagið og svo framvegis. Og ég held að það séu líka sjónarmið sem við ættum að líta til almennt í þessu. Við erum þá með eins og þarna að varaformaður nefndarinnar eða stjórnarinnar sem er varamaður. Þannig að við litum þannig á að tengingi við nefndina verið komin. Auk þess, eins og ég sagði, talsambandi við viðkomandi verður bara fínt. Ég treysti mér allavega til þess. Takk fyrir það, Birgir. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá ber ég tilnefninguna upp til samþykktar þegar sem hann samþykkja að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og þá er það næst mál númer 11 sem eru siðareglur kjörinna fulltrúa. Þetta er vísað frá bæjarráði til staðfestingu í bæjarstjórn en bæjarráði hefur yfirfarið siðareglur og gerði engar breytingar frá fyrri reglum. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki og ber ég hann þá upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það mál nr. 12 sem er samþykkt stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar. Hún kemur hér inn til síðari umræðu. Og þessi samþykkt eða breyting felur í sig leiðréttingar og uppfærslu með við breytingar sem voru gerðar á nefndakerfi á síðasta kjörtímabili. Einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þá byrja hann upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja vinsilega gerir merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það mál nr. 13 sem er óveruleg breyting á deiliskipulagi Bakkagerði 1, Bakkagerði 11. Það er vísað frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar óverulegri breytingu á deiliskipulaginu Bakkagerði 1 á Reyðarfirði vegna lóðar Bakkagerði 11. Breytingin er ekki talin hafa grenndaráhrif þar sem að verið er að breyta aðeins legu á byggingarreit en byggingarmagn og fjöldi íbúða verður það sama og áður og er samkvæmt skipulagi og bílastæði færast fjær götunni sem býr til meira rými. Einhver sem vil kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo er ekki og ber ég það þá upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og þá er það nr. 14 sem er breyting á deiliskipulagi Bakkar 3, Sólbakki 1 bílskúrar. Það er líka vísað frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu í bæjarstjórn. Deiliskipulagin Bakkar 3 vegna fyrirhugaðrar byggingu á bílskúrum. Málið fór í auglýsingu og komu engar athugasemdir.
og einhver sem vil kveða sér hljóðs undir þessum lið. Svo ekki og berja hann þá upp til samþykktar þeir sem hann samþykja. Samþykktur með 9 atkvæðum. Og svo það síðast grenndarkynning skólaver 50A á Fáskrúðsfirði. Það einnig vísað frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar niðurstöðu grenndarkynningar vegna viðbyggingar við skólaveg 50A á Fáskrúðsfirði. Það komu engar athugasemdir á kynningatíma og skipulags- og framkvæmdanefnd samþykkti þessa grenndarkynningu. Hver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og berja hann þá upp til staðfestingar bæjarstjórnar, þeir sem hann staðfesta. Það staðfest með 9 atkvæðum. Þá ekki fleiri liðir á dagskrá hér á þessu bæjarstjórnarfundi í dag og verður boðað til næsta bæjarstjórnarfundar með dagskrá þann, hvað mánuð það er, 25. júní í sal bæjarskrifstofunnar Rauðafelli. Þá segi ég fundi slitið.